Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Burðarpókar úr plasti eru mikið notaðir vegna þess hve þeir eru þunnir, léttir og endast vel. En það er einmitt endingin sem skapar mestu umhverfis áhrifin af notkun þeirra, en þeir brotna afar hægt niður í umhverfinu. Þótt þeir séu jafnvel einungis notaðir einu sinni geta þeir verið í umhverfinu í hundruðir ára, brotna niður í mikroplast sem síðan getur borist í jarðveg, vötn og sjó og er skaðlegt fyrir lífríki, fæðukeðju og vistkerfi. Plastnotkun skapar því mikla mengun og getur haft í för með sér mikinn kostnað fyrir bæði ríki og atvinnugreinar. Æ fleiri eru meðvitaðir þetta og hafa sprottið upp verkefni víðum land þar sem verið er að sauma taupóka ýmist til sölu eða láns. Við erum hérna að sauma póka til þess að lána í búðirnar hérna í Skagafirði og þetta eru konur hérna á svæðinu sem er búin að fá nóg af plastpóka sóuninni og menguninni. Hvernig kom þessi hugmynd til? Þetta hófst nú kannski aðalega á Facebook eins og margt gerist þar nú orðið og þar sá ég frétt af verkefni frá Ástralíu sem að kallast Boomerang Bags og ég var svona búin að vera að hugsa þetta, hvað getur maður eiginlega gert í þessu plast, þessu vesinöllu, vildi fara að minnka plastnotkun og sortera meira svona og hendi þessu út í alnetið og fekk þessi fínu viðbröð og Svana með þeim fyrstu greip á lofti og þá vorum við bara nákvæmlega sömu hugsanalínunni, sko. Þurftum að fara að gera eitthvað. Já, það sló saman hann að hugsun. Ég var búin að vera að spá í þetta síðan fyrir áramót að hvort við getum ekki starta einhverjum svona hóp hérna en fannst mér svona vanta einhvern veginn aðeins svona finna að það væri einhverju fleiri sem væru svona alveg á þessar línu og svo bara leið og Helga setti upp þá bara yes, bara fyrir að staða þetta. Og hvað gerðist svo? Þetta verkefni gengur út á það að sauma póka sem eru settir í verslanir þannig að þegar fólk gleymir sínum eigin taupókum, þarna er gert ráð fyrir allir sé með taupóka og hættir að nota plastpóka, að þá í stað fyrir að neyðast þess að kaupa plastpóka geti fengið hann lánaðan og skila hann á sín næstu verslunarferð. Svo við göngum út frá þessu konsepti í þessu verkefni líka. Við ákváðum bara að búa til Facebook-hóp og þar melduðu sig mjög margar konur strax. Það er engin kall í hópnum, held ég. Jú, Gunnar er komin inn. Já, sko. Og það var að ég sett hann inn í hópnum. Hann gaf okkur líka fullt af efnum. Já, frábært. Og síðan var bara boðað til fyrsta fundar. Varst það þú sem boðaði fyrsta, eða ekki? Og við vorum svo bara daginn eftir í Hjaltadalnum. Við erum hérna á Skagafjarðarsvæðinu náttúrulega. Austan Vatna erum við í Hjaltadal og Hofsósi. Og Fljótunum núna. Og svo er þetta aðeins byrjað á Króknum líka. Þannig að þetta hefur svona smá vaxið og fjölgað. Það þið mörg sá? Ég hugsa þetta séu kannski svona 30 konur sem hafa komið að saumaskap. En við erum náttúrulega búin að fá efni frá miklu fleirum og mjög margir sem er farnir að spyrja bara hvenær kemur þetta í búðirnar? Hvenær getur við farið að nýta okkur þetta? Og ég er sjálf farin að sakna það, sko, því að kannski þau skipti sem mig vantar þarf að kaupa póka þar þegar ég svona fer óvænt í búðina, þá er ég svo alveg til að geta gripið svona. Stefnt að því að sauma 1000 póka til að setja í matvöruverslanirnar allar í Skagafirði. En efni kemur nú ekki af himnum ofan, heldur hafa ótal margir lagt sitt fram. Já, þetta er bara, þetta eru gamla gardínur, dúkar, rúmföt, lög, fatnaður, bólir. Til dæmis að vera æðislegt fyrir okkur að fá svolítið af stuttarmabólum og hlýrabólum af því að það er svo fljótlegt að græja pók úr þeim svona ef maður lendir í svona einhverju hallari. Við erum komið 730 póka hérna. 731 kannski? Já, kannski. Hérna á hótelinu, hérna í Varmahlíð. En ég veit svo sem ekki allir að síðkonur eitthvað milli 100 og 200 króknum og kannski eitthvað svipað hjá okkur. Þið eruð að nálgast í sama stóðsinn? Já. Þannig að við bara ætlum að keppast við núna í nokkur skipti viðbót og skella okkur svo af stað með þetta. Þó að póka saumurinn sé það sem máli snýst þá er samveran og hittingur ekki minna virði. Bæði er þetta svona samfélagslegt eins og hjá okkur, þar sem fólk hittist og hefur gaman, en svo líka bara aukin meðvitund mengunina sem að plastpókar og einnota plastót veldur. Og þar allavega hljómaði það þannig að það væri góð reynsla og það var mjög útbreitt þar. Já, og til dæmis það sem kveikti á sig á mér var að ég sá sem sagt frétt frá Höfn í Hornafirði og þar var sem sagt farið að stað með þetta, held ég fyrst svona með markvissum hætti hér á landi. Og þar hefur þetta bara gengið vel
þar þetta í allavega 1 eða 2 verslunum og þar bara, við mjög ánægð með þetta og mikill áhugi. Þannig að það svona hvatningin til að halda þessu áfram. En við erum sem sagt, nú sko orðiðilega, við erum hluti af þessu íslenska samfélagi sem að gera þetta. Þetta ekki bara við og Höfn í Hornafirði, þetta á Neskaupstað og þetta komið hérna í Fjallabyggðina og þú veist það eru fleiri hérna á Snæfellsnesi einhvers staðar. Þannig að það eru fleiri staðir að byrja og eru í þessu. Þannig að og svo tengist alltaf þetta verkefni að tengjast boomerang bags. Þannig að þú getur tekið poka í Ástralíu og skila hann á Íslandi eða ef þú skildir eiga leiðum. Jú, Varmahlíð eða eitthvað. Þetta líka í Danmörku. Jú, þetta í Danmörku og Holland og þetta bara svolítið að breiðast út sem náttúrulega alveg frábært. Þannig að markmiðið að gera okkur plastpokalaus? Já, algjörlega. Hugarfarið þetta fyrst það sem þarf að breytast og það ekkert allir komnir þangað. Ég hef trú að það komið að því. Já, svo finnur maður líka bara þegar maður hugsa svona mikið þetta sjálfur og eins og þessi hópur hérna. Við erum allar farnir að gera eitthvað annað og öðruvísi í þessa átt heldur við vorum bara að gera áramótin, sko. Ekki spurning. En svo til dæmis bara að fara með margnóta poka fyrir ávöxt og grænmeti og allt mögulegt svoleiðis. Reyna að redda sér heima öðruvísi heldur en að bara setja afgangan í skál og undirskál yfir inn í ískáp og þú bara allt mögulegt svona. Þetta telur allt og þetta skiptir allt máli. En svo náttúrulega þetta líka, þetta ekkert bara búið. Nei, við verðum að hittast kannski einu sinni í mánuði alltaf og halda við þessum byrðum og sauma áfram af því að við viljum hafa þennan valkost. Við erum áfram gleymin og erum mannleg og allt það. Allavega ég sé það fram á það, ég menna þetta verður bara svona eitthvað, bara samfélagsverkefni sem bara í gangi hér. Og örugglega margir sem að bara fara að sauma sér sína eigin og gefa og svona, þannig að þú veist bara, það bara æðislegt ef við getum bara dreift þessu og breytt svolítið hugarfarinu.